Já, velkomin aftur í Hörpu. Við erum á sjávarútvegsráðstefnunni 2025 þar sem yfirskriftin er Róum í sömu átt, samkeppnishæfni og nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi. Fór aðeins hérna í skrúfunni hjá okkur og ætlum að vera á heila hálfum tímanum en ég lofa ykkur því við verðum með nýjan gest hér á hverjum og heilum hálfum tíma þar til að klukkan slær 4 í dag. Við ætlum að fara í nýsköpun í sjávarútvegi og ég veit að þegar flestir Íslendingar og jafnvel víðar hugsa nýsköpun í íslensku sjávarútvegi þá hugsa þeir Marel. Úlfar Arnórsson, framkvæmdastjóri, vöruþróunarstjóri á fisksviði hjá JBT Marel í dag heita það vist. Velkomin og takk fyrir komuna. Takk fyrir. Herru, alltaf gaman þegar raun og veru hvaða grein sem er en sjávarútvegurinn, ykkar grein svona hittist og mikið af málþingum og vera að ræða svolítið hlutina. Já, algjörlega. Þetta er ein af árshátíðum okkar og bara gaman að koma og hitta samstarfsfélaga úr iðnaðinum og hvort sem það er önnur tæknifyrirtæki sem hafa orðið til á Íslandi í sjávarútvegi eða hvort það séu okkar viðskiptavinir fyrrum eða framtíðar. Já. Þetta er mikið mannamót. Ég tók smá hring í hádegismatnum áðan og það er svona það er mikið að ræða. Já. Það er alveg, maður sér það. Að þegar þessi geiri hittist þá er málin rætt. Já. Fiskurinn er lagður á borðið eins og þú séð hérna í morgun að þetta er eitt hugtak sem ég nota bara oft í vinnunni þegar það þarf að takast á erfiðu málin eða samskiptamáli eða eitthvað þannig. Þá bið ég fólk að mæta og setja fiskinn á borðið. Já. Og það er bara það sem er gert í þessum iðnaði og Íslendingar eru bara þekktir fyrir sérstaklega. Algjörlega. Herru, við Marel, þetta risa fyrirtæki, ein af perlum okkar lands. Sameining við bandaríska fyrirtæki JBT núna fyrir ekki margt löngu og svona sá nú viðtal við daginn sem ég langaði svona kannski að þú myndir aðeins fara svona í gegnum okkur með það sem þú varst að segja þar varðandi hvaða áhrif þetta hefur á Marel því að það er náttúrulega mjög auðvelt að draga þá ályktun að Marel sé einhvern veginn farið frá okkur það sem að bandarískur risi einhvern veginn búið að kaupa en ég las þar að það er nú ekki alveg svo. Nei, alls ekki og ef við talum þetta bara svona í samhengi við Ísland og íslenska sjávarútveg þá get ég mjög auðveldlega fært rök fyrir því að við erum í rauninni að færast nær. Okay. Marel náttúrulega bara verður til hérna á Íslandi, bara grasróta fyrirtæki hérna 83 verður til í háskóla og bara vex fyrstu sín ár bara með íslensku sjávarútvegi. Mikið af þeirri tækni sem hefur verið þróuð í Marel og hefur nýst inn í alla þessa aðra próteiniðnaði sem Marel hefur keypt sig inn í hefur orðið til í sjávarútvegi og hefur orðið til að miklu leyti til hérna á Íslandi. Þannig að arfleiðin er mjög sterk á Íslandi. Við kaupa öllum þessum fyrirtækjum og það sem að Marel hefur síðan líka staðið sem mjög vel í er einmitt að fjárfesta í nýsköpun og búa til innri náttúrulega vöxt. Við þetta vex fyrirtæki töluvert og það er bara gegnum, það er náttúrulega hægt að skoða öll fyrirtæki sem hafa vaxið og brjótaðu niður í einhver svona vaxtaskref og hvert vaxtaskref hefur einhvern fókus og eitt af því sem að gerist kannski má segja á seinustu 15 pluss árum er að fyrirtæki er orðið mjög stórt, það er orðið alþjóðlegt, það er í mismunandi próteiniðnum, kjöt, fiskur, kjúklingur og það sem er gert er að það þarf einhvern veginn að hugsa hvernig getum við notið góðs af þvert á allt þetta fyrirtæki að við séum með alþjóðlega tengingu við heiminn. Við erum með fólk út allan heim, í Asíu, í Suður-Ameríku, náttúrulega mikið til í Evrópu og svona, stærstu vöruþróunarsetrinn okkar í Marel voru í Evrópu og eru í Evrópu. En við þetta þá náttúrulega skapast rosalega mikið virði út af það að vera að nýta þessa tenginga við náum að, sem dæmi erum við að selja tækni sem hafa hönnuð og þróuð á Íslandi til Asíu eða til Suður-Ameríku út af við erum komið betri tengingar þangað. En náttúrulega öll sverð er yfirleitt tvíeggja að þá getur það þýtt að maður missi tengingar við sína heimamarkaði og það er ekkert feimnismál fyrir mér að íslensku sjávarútvegur upplifði að það var alltaf vandi að hringja bara í Jóa hjá Marel og beðja aðstoð og svo allt í einu tók það upp síman og þá svaraði einhver kannski í Danmörku. Og þetta er bara vaxtaverkur, ég kalli þetta bara vaxtaverk sem við fórum í gegnum. En það sem er svo áhugavert við sameiningu JBT og Marel, þá tvöföldust við nánast eiginlega bæði þegar kemur að tekjum og fjölda starfsmanna. Við erum komið ennþá fleiri starfsstöðvar út allan heim.
sölu og þjónustunetið okkar hefur margfaldast, en að sama skapi var JBT allt öðru sér uppsett. JBT var fyrirtæki sem hafði vaxið mjög mikið í gegnum ytri vöxt, kaup á fyrirtækjum og var miklu meira að horfa á að gera hverja og eira þá einingu sem við keyptu hagkvæma. Og þar af leiðandi með svona decentralized, ég finn ekki alveg íslenska orðið yfir það, en þú veist decentralized fyrirtæki, á meðan að Marel var mjög miðlægt fyrirtæki. Og það eru náttúrulega augljósir ókostir við það að þú nærð ekki þessum samlegðaráhrifum þvert á fyrirtækin, en þau eru náttúrulega rosalega sterk bara á sínum heimamarkaði, rosalega sterkri tengingu við akkurat sinn iðnað, en okkur að takast að sameina þetta á frábæran hátt, taka það góða á báðum heimum og við erum í rauninni búin að endurskilgreina og skoða út frá öllum þessum mismunandi próteinum sem við erum í, hverjir eru lykilmarkaðir fyrir þennan iðnað. Og til dæmis fyrir sjávarútveg, Ísland bara lykilmarkaður fyrir sjávarútveginn í sameinuðu félagi. Fyrir JBT Marel Ísland risastór markaður í fiskiðnaði. En kannski þegar horft á alla samsteypuna, þá þetta ekki stærsti markaðurinn. En með því að skoða það besta á báðum heimum, þá náum við að skilgreina þetta sem lykilmarkað sem við tökum fulla stjórn á. Þegar einhver hringir þá svarar Jói símanum en ekki hver sem en á sama tíma náum við að halda þessara góðu tengingu við Asíu eða Suður-Ameríku eða hvað það Já. Þannig að þetta held ég að sé lykilatriði fyrir okkur að ná árangri í fiskiðnaði innan JBT Marel og bara lykilatriði fyrir okkar lykilmarkaði eins og Ísland og aðra, Noreg og fleiri. Þannig að svona, já, þó að hafið stækkað og þá tengingin ykkar og þið bara leggið vinnu í það að halda og rækta áfram tengslin við ykkar fyrsta markað. Algjörlega, og bara þetta sóknartækifæri. Já, frábært. En voru ykkur áskoranir við þetta til að byrja með? Það sjálfsögðu. Það bara eins og í öllu svona lögi. Núna ég mitt kem inn í Marel í gegnum samruna. Marel kaupir fyrirtæki sem heitir Valka, annað nýsköpunar fyrirtæki í Íslandi sem verður til upp úr sjávarútvegi. Það var, þú veist, bara, þetta alltaf sársaukafullt að einhverju leyti, bara út af þetta eru stóra breytingar. En í báðum þessum tilfellum hef ég bara trúað mjög mikið á þessar breytingar. Ég bara, þú veist, og bara boða þann boðskap líka innanhús, bara til minna samstarfsfélaga, bara að í rauninni sjá það góða í hlutunum. Og þá hægt að gera svo miklu meira úr þessu í staðinn fyrir að synda á móti straumnum og sama á við í rauninni okkar ytri hagaðila að þú veist, ef að þeir sjá einmitt virðið sem verður í svona samrunum og vinna með okkur, þá held ég að þetta þú veist, þetta bara í rauninni margföldun á því hvað við getum gert. Og það sem þið gerið og hafið alltaf gert, það auðvitað nýsköpun í sjávarútvegi meðal annars. Og það náttúrulega eitt af því sem verið að ræða á þessari ráðstefnu hér, sjávarútvegur 2025. Maður veit ekki eiginlega hvar maður á að byrja því að þetta eiginlega bara upphaf og endir Marel og það sem þetta snýst um. Hvað er eitthvað að gerast? Komin ný kynslóð í þessu? Hvernig staðan bara á nýsköpunni í sjávarútvegi í dag? Svona í kjölfar hrunsins myndi ég segja að það ásett stað rosaleg tækniuppbygging í hvítfiskvinnslu tækni sem að Marel spilar lykilhlutverk í og Valka líka sem dæmi og þetta svona þú veist, þótt að ég hef nú kannski ekki verið við stjórnvölinn á þeim tíma enda bara og var frekar ungur á tímum hrunsins þá þú veist, fara þessi sjávarútvegsfyrirtæki að fjárfesta meira í kjarnanum sínum, kjarnastarfsemi sinni og það verður þessi svakalega sprengja og á þessum seinustu árum hefur orðið þvílík sjálfvirknivæðing og með það markmiði að skapa meira virði þar sem að nær auðlindinni, skilur þú veist, við erum að veiða fisk úr sjónum, við erum að veiða hann hérna á Íslandi. Við viljum skapa verðmæti á Íslandi og þetta dreif áfram rosaleg framfarir. Auðvitað hefur líka bara, þetta kannski ágætt svona tenging við það sem að gerast bara í stjórnmálum í dag.
og þú veist, þetta aðalega rætt þá, hagsmuna aðalarnir sem eru aðalega rættir eru þá almenningur og svo sjávarútvegsfyrirtækin, en þú veist, síðan eru það öll allt afleita hugverkið og tæknin sem hefur orðið til í tengslum við þennan iðnað, alveg eins og ég að segja, þarna nefndi þetta 2 fyrirtæki, ég geti haldið áfram að nefndi fullt af öðrum tæknifyrirtækjum sem hafa orðið til. Það hefur vissulega áhrif núna og þú veist, fjárfestingar eru miklu minni í þessum iðnaði núna á Íslandi og í minni í höfuð bara hvítfiski yfir höfuð á vinnslutækni út af því að kvótinn að fara niður og það verið að, þú veist, það óvissa hverju arðsemi þessara fyrirtæki verður í framtíðinni. Þetta hefur síðan áhrif einmitt á tæknifyrirtæki og hvar þau marka stefnu sína. Við þurfum að fjárfesta í okkar vöruþróun þar sem að við búumst við því að verði kaupandi á vörunni við hinn endan. Það þýðir ekki að við séum ekki aktív. Við erum hérna á þessari sýningu að sýna nýja róðrifu fyrir hvítfiskiðnaðinn sem að byggir einmitt á öðrum kaupum á fyrirtæki þegar Marel keypti Corio og nýtir þá arfleið. En þetta alveg vert að nefna og var kannski ekki nefnt sterkt hérna í morgun að fyrstu svona málstofunni að þú veist, þetta hverfur ef að þú veist, þessi grasrót hverfur hérna á Íslandi ef að það engin hvati til þess að halda verðmætasköpuninni á Íslandi. Ef að við verðum bara hráefnisframleiðsla hvort sem að það í hvítfiski eða laxeldi þessuna fyrir umheiminn, þá ekki að fara að vera jafn sterk grasrót og við erum ekki að fara að vera jafn leiðandi í tækni og verklagi þegar kemur að vinnslu á sjávarafurðum. Þú að segja óttinn við að aflinn verði verkaður annar staðar, náttúrulega sjálfsögðu býr til sama og engan hvata fyrir fyrirtæki eins og Marel að búa til tæki og tól eða... Já, í rauninni það minni hvati til, og auðvitað náttúrulega fyrir Marel sem alþjóðlegt fyrirtæki, þá erum við með annan kaupanda í Evrópu. Þá meintir við bara hérna heima og bara öll hinn fyrirtæki. Já, en þetta meira svona grasrótin einmitt á Íslandi og útflutningsverðmætin sem við getum búið til sem þjóðfélag hérna, utan bara sjávarútvegs, heldur í tæknigeiranum eða hvað það minnkar. Og sömuleiðis ef að við dreifum of mikið vinnslunni, þá náttúrulega minni kjarnar sem að, þú veist, það ástæða fyrir að það hefur verið svona mikil nýsköpun á Íslandi í vinnslutækni, það út af því að sjávarútvegs spilaði svo ógeðslega stórt hlutverk á Íslandi. Einhvers staðar í Evrópu, þar sem ef þetta dreifist allan heim, þá þetta að fara að spila minna og minna hlutverk á hverjum og einum stað og það ekki að fara að vera jafn mikil krítisku massi sem fer að hugsa hvernig ætla ég að búa til nýtt virði úr þessum iðnaði. Sko, eitt af aðalorðunum í sjávarútveginum á þessu ári sem var notað mikið út af umræður í vor og sumar og ég frétti nú af að Guðmundur Kristjánsson í Brim nú notaði þetta orð aftur hér í framsögu sinni á fyrstu málstofunni í morgun og það orðið fyrirsjáanleiki. Að greinin sem slík þurfi fyrirsjáanleika til að vita í hverju hún getur fjárfest. En það náttúrulega eins og kannski þú ert að koma að fyrirtækin í afleitum greinum þurfa náttúrulega líka fyrirsjáanleikan í raun og veru frá þar að segja sjávarútveginum sjálfum. Af því að svona væntanlega það sem þú ert að segja að það ekki mikið fyrir ykkur að gera ef að fjárfestingarnar þeirra fara niður. Þannig að þetta svona einhvers konar keðja fyrirsjáanleika. Einmitt, og það þarf að vera einhvers konar bæði fyrirsjáanleiki og hvati og margt fleira sem að gera það að verkum að þú veist, núna hugsa ég nýsköpun og frumkvöðla og fleira, það gerir það að verkum að það koma saman einhver einstaklingar og byrja að ræða einhverja hugmyndir skilur sem verða síðan að veruleika. Algjörlega. Það gerist ekki ef að það engin, ef þið sjá enga framtíðarsýn í því sko. Og fólk bara eins og vatn, þú veist, þetta heyrði ég einmitt frá einu kennara í gær, fólk svo vatn, það rennur bara auðveldustu leiðina og þar sem það sér mesta virðið og svoleiðis. Það ekkert að bara, vatn rennur ekki upp, sko. Nei. Þetta eina dæmi. Ekki ennþá. Nei, þetta eiginlega eina dæmi sem einmitt, sko, sem að spila svo stórt hlutverk hjá okkur í dag sem þú veist, laxeldi og laxinn. Laxinn syndir á móti straumnum en flest svona fer auðveldustu leiðina. Hvað þetta með nýsköpun og hugvit og Íslendinga sem að þú ert nú svona djúpur í þessari grein? Það má ekki halda
nýsköpunarkeppni, sko, við förum bara í nýsköpunarkeppni, sko, leikskólakrakka og það samt einhvern veginn myndi koma úr því eitthvað nýr fiskvinnsla, sko, þetta alveg ótrúlegt. Áðurinni fyrir þangað, það er gott að nefna bara einmitt að það nýsköpunarkeppni bara í dag, í gær og í dag, í Marel á Íslandi, þar sem og þetta hefur verið gert nokkrum sinnum áður, þar sem við sko bjóðum bara fólki, bara risastórum hópa fólki úr fyrirtækinu að koma með hugmyndir og svo bara getur fólk rétt upp hönd. Mér langar að leggja hönd á vogarskálarnar varðandi þessa hugmynd. Já, þetta er bara inni hjá ykkur? Inni hjá okkur. Já, ég skilji. Og þetta er bara svona hálfgerður svona hönnunarhraðall eða þannig. Og úr þessu hafa komið alveg frábæra lausnir áður og ég einmitt að þarf að bruna á eftir upp í Marel til að dæma í þessari keppni. Þannig að vonandi eftir ár þá getur sagt ykkur frá því hvað kom út í keppni núna eða fyrr. En þú ert að tala bara nýsköpun á Íslandi og af hverju... Já, bara þessi brjálæðislega áhugi einhvern veginn. Ég held núna nýtt ég svo góðs af að ég með vöruþróunarteymi á Íslandi og í Danmörku. Og Ísland og Danmörk, ég meina svona alþjóðlegum skilningi nú þokkalega lík lönd og auðvelt fyrir Íslendingar að flytja út í Danmörku út af menningin nokkuð svipuð. En Danir hugsa samt allt öðruvísi. Danir koma af einhverjum bændum sko, sem voru að hugsa uppskeru eftir einhverja mánuði og tryggja það að jarðvegurinn verði góður til þess að skila sko, uppskeru það sem eftir eða næstu árin. Á meðan að Íslendingar við þurfum bara að fara út í bát, við þurfum að vera að veiða svo höfum eitthvað að borða í kvöld. Sko. Nákvæmlega. Og við erum á þessari eyju út í Ballarhafi. Og þú veist, nutum ekki góðs af alls sem var að byggjast upp á meginlandi Evrópu eða Bandaríkjunum, heldur þurftum bara, neyðin kennir þessari naktur konu að spinna. Og það þetta hugarfar í Íslendingum. Við verðum bara að redda okkur og þetta reddast, þetta hugtak og þú veist, og þetta líka bara öll þessi íslensku fyrirtæki þar sem þú veist, eru oft bara í eigu einhverja fjölskyldu og einhver einstaklingur í brúnni sem að segja bara, heyrðu, ég til í að veðja á þessa hugmynd, þótt þú varst bara að segja mér hana, þú ert ekki búin að sanna það fyrir mér, ég ætla bara að veðja á þetta og þetta verður að veruleika, þú veist, þetta einstakt og þetta sér maður ekki erlendis, þú veist, allir þeir markaðir sem að við stundum svona nýsköpun með og erum að þróa fyrir og þú veist, fæstir eru tilbúnir að veðja á hugmyndir fyrir að maður búin að sanna fyrir þeim að maður sé með eitthvað í höndunum sko. En Íslendingar eru bara með eitthvað svona can do attitude, þú veist, við erum bara þú veist, tilbúin að taka slaginn og það eiginlega vandamál fyrir mig með þessu tvö teymi sko að fá Íslendingarna til þess að skrifa niður hver eru markmiðin þeir langar bara að fara að gera sko. Já, ég held að svona þegar meðal Dani myndi nú örugglega svona bara líði yfir hann eða ætti að fara að gera eitthvað í dag sko, tengdamóðir mín var nú hérna í áhrifastöðu með hjá Marel fyrir ekki margt löngu og var einmitt að tala um Danina og hvernig þetta gerist bara í sko UE sko 22. Það er ekkert, þú verður ekkert í bíó í kvöld, skilur við, það er bara þannig. Nei, frábært að heyra. Úlfar, takk kærlega fyrir komuna, geggja að fá þig og gangi vel á eftir. Já. Við ætlum að halda áfram hér bara fram til 4 sem fyrir segir og við ætlum að vera áfram á nýsköpunarnótunum núna á hálftímanum þar sem koma til okkur frá Stiku. Þau eru með ansi spennandi verkefni sem þau eru að fá fjármagnað.